Leiðtogar Evrópuríkja fylkja sér Úkraínu fyrir fund með Trump á morgun þar sem mikið verður í húfi. Þeir fagna fregnum af öryggistryggingum fyrir Úkraínu en ekki af hugmyndum afsal lands til Rússa. Ekki eru vísbendingar að maður sem í haldi lögreglu grunaður brot gegn leikskólabarni hafi brotið gegn fleiri börnum. Lögregla ræddi við foreldra gang rannsóknarinnar í dag. Félagar í veiðifélagi Miðfjarðarár létu hendur standa fram úr ermum og lögðu varnargarð þvert yfir ána til að varna því að eldislax gangi þar upp. Þetta gerðist innan sólarhrings eftir að fréttist af eldislax í Dölunum. Ferðum helstu strætóleiða á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði til muna í dag, þannig að ekki meira en 10 mínútur eiga líða á milli vagna og ekki verður lengur á kvöldin. Við tökum strætó í fréttatímanum. Vélmenni tókust á í ýmsum íþróttagreinum helgina á sérstökum leikum í Kína. Þau kepptu meðal annars í hlaupi, hnefaleikum og fótbolta. Gott kvöld. Mikið í húfi á fundi Zelenskís og Trumps í Hvíta húsinu á morgun. Hópur leiðtoga Evrópuríkja ætlar að fylgja Úkraínuforseta á fundinn. Erindreki Bandaríkjastjórnar segir Pútín hafa samþykkt öryggistryggingar Vesturvelda í Úkraínu. Óljósar fregnir af að í Alaska á föstudag hafi Trump tekið vel í hugmyndir Pútíns að Úkraína afsalaði sér héruðunum Luhansk og Donetsk hafa vakið úlfúð í Evrópu. Eins hafa borist fregnir af því að á fundi forsetana hafi Pútín lagt til að víglínan annars staðar yrði fryst. Úkraínuforseti hefur ítrekað hafnað slíkum hugmyndum enda eru þær í andstöðu við stjórnarskrá Úkraínu og alþjóðalög. Since the territorial issue is so important, it should be discussed only by the leaders of Ukraine and Russia at the trilateral Ukraine, United States, Russia. So far, Russia gives no sign that trilateral will happen, and if Russia refuses, then new sanctions must follow. Annari hugmynd sem Pútín og Trump ræddu á föstudag öryggistryggingar til Úkraínu hafa Evrópuleiðtogar fagnað. Erindreki Bandaríkjastjórnar segir að Pútín hafi þegar samþykkt slíkt. It means that the United States is potentially prepared to be able to give Article 5 security guarantees, but not from NATO, directly from the United States and other European countries. That is big. Zelenski kom til Brussel í dag og fer þaðan á morgun til Washington til fundar við Trump. Á dagskráni að Bandaríkjaforseti segja honum frá því helsta af fundinum með Pútín í Alaska og að ræddar verði leiðir til friðarsamninga við Rússa. Með Zelenski í för verða leiðtogar nokkurra Evrópuríkja, auk forseta framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins og framkvæmdastjóra Atlantshafsbandalagsins. Dieser Gipfel kann ein Erfolg werden auf dem Weg zum Frieden in der Ukraine, vorausgesetzt es werden jetzt die richtigen Schritte unternommen, die folgen müssen. Björn Malmquist í Brussel þar sem Zelenski og von der Leyen hittust í dag. Björn, þú hefur verið að fylgjast með atburðum dagsins. Ef við byrjum á þessum hópi sem að fara með Zelenski til Washington, hvaða leiðtogar eru þetta? Já, þarna verða Macron, Frakklandsforseti, Friedrich Merz, Þýskalandskanslari og Keir Starmer, forsætisráðherra Bretlands. Þetta er það þríeyki Evrópuleiðtoga sem hefur verið í fararbroddi í þessari umræðu Úkraínu að undanförnu. Nú, von der Leyen verður einnig hérna eins og Dagný sagði, sem og Mark Rutte, framkvæmdastjóri NATO. Þau fara einnig til Washington á morgun. Það vekur athygli að Giorgia Meloni, forsætisráðherra Ítalíu og Alexander Stubb, Finnlandsforseti, þau verða líka í þessum hópi. Já, það kannski ákveðin sjarmasókn ef að svo má orðið komast. Meloni í miklu uppáhaldi hjá Trump, ekki síst vegna stjórnmálaskoðana sinna og stjórnarfarsa á Ítalíu, og Alexander Stubb, hann góður í golfi og hann hefur spilað golf með Trump og í miklu uppáhaldi hjá honum. Þannig að það eru öll element notuð í þessu samhengi og það líka kannski bara svolítið mikið undir
fyrir þennan funda á morgun og það alveg ljóst að þessi hópur Evrópuleiðtoga að fara með Zelenski til Washington, ekki bara til að sýna honum stuðning í orði, heldur líka kannski til að koma í veg fyrir að þessi fundur Trumps og Zelenskis á morgun, hann endi eins og fundur þeirra í Hvíta húsinu í febrúar á þessu ári. Það var fundur sem að leystist upp í hálfgerða vitleysu, rifrildi og svona brigslyrði sem að gengu á báða bóga. Það var sótt að Zelenski á þessum fundi af Trump og líka af varaforseta Bandaríkjanna J.D. Vance og niðurstaðan af þeim fundi var til þess að samskipti ríkjanna, Úkraínu og Bandaríkjanna kólnuðu snögglega eftir þann fund og sem og stuðningur Bandaríkjamanna, það dró úr honum eftir þennan fundi í febrúar. Þessir Evrópuleiðtogar sem verða í Washington á morgun og fleiri reyndar, þeir voru á fjarfundi síðdegis og það var væntanlega til að stilla saman strengi fyrir fundi með Trump á morgun, eða hvað? Já, það hópurinn sem hefur verið kallaður Coalition of the Willing eða bandalag hinna viljugu. Það 30 Evrópuríki sem hafa öll lýst yfir einörðum stuðningi við Úkraínu og kröfurnar að það verði ekkert samkomulag gert Úkraínu án aðkomu Úkraínu og Evrópuríkja. Kristrún Frostadóttir, forsætisráðherra, satt einmitt þennan fjarfund sem og fleiri leiðtogar úr Kristinsson frá Svíþjóð til dæmis. Nú þessi hópur, hann var svona að stilla saman strengina og skilaboðin sem á að leggja fyrir fundin á morgun með Trump. Við skulum kannski heyra hvað von der Leyen hafði að segja á blaðamannafundinu með Zelenski hérna í Belmont byggingunni fyrir aftan mig fyrr í dag. Hún dróð þar svona á vissan hátt saman þær kröfur sem Evrópuleiðtogarnir munu leggja fram á morgun. Það verður talað öryggistryggingar, það verður talað kröfuna tafarlaust vopnahlé og kannski ekki síst hvað felst í þessum öryggistryggingum sem að Bandaríkjamenn eru núna byrjaðir að tala Heyrum hvað von der Leyen hafði að segja. First, we must have strong security guarantees to protect both Ukraine and Europe's vital security interests. Ukraine must be able to uphold its sovereignty and its territorial integrity. There can be no limitations on Ukrainian armed forces, be it cooperation with or other third countries or assistance from other third countries. No limitations for the Ukrainian armed forces. Sagði von der Leyen hérna í Belmont byggingunni í Brussel í dag. Hún verður svo samferða Zelenski til Washington á morgun ásamt fleiri leiðtogum frá Evrópu. Það gert ráð fyrir því að Trump og Zelenski eigi 2 hádegisverðarfundi í Hvíta húsinu, þá vantarlega svona 4 að íslenskum tíma á morgun og að leiðtogarnir hinir komi svo inn á fundin að þeim hádegisverðarfundi loknum, þannig að við ættum að sjá einhverjar fréttir og einhver viðbrögð af þessu svona í kringum kvöldmatarleytið að íslenskum tíma annað kvöld. Akkurat, takk fyrir þetta, Björn Malmquist, okkar maður í Brussel. Og þá að öðru hingað heim, ekkert bendir til þess að starfsmaður leikskóla sem í haldi lögreglu, grunaður brot gegn barni, hafi brotið gegn fleiri börnum. Foreldrar leikskólabarna voru boðaðir á fund í dag. Maðurinn var handtekinn á þriðjudag og úrskurðaður í vikulangt gæsluvarðhald eftir að foreldrar eins barns í leikskólanum höfðu leitað til lögreglu. Lögregla og barnavernd hafa rætt við öll börn á deildinni þar sem maðurinn starfaði og í dag var öllum foreldrum og starfsfólki leikskólans boðið til fundar. Það voru tekið könnunarviðtöl við hinn börnin á deildinni á föstudaginn og það var í samstarfi lögreglunar og barnaverndar Reykjavíkur. Hann segir ekkert benda til þess að brotið hafi verið á öðrum börnum. En þó með því fororðið, þetta mjög ung börn, þannig að það mjög erfitt að fá þau til að tjá sig, þannig að við getum í raun ekkert sagt til hver endanleg niðurstaða í málinu. Starfsmaðurinn hafði unnið á leikskólanum í nokkuð tíma, eða tæp 2 ár samkvæmt upplýsingum frá borginni og ekki alltaf á sömu deild. Foreldrar sem Fréttastofa hefur rætt við í dag hafa lýst óánægju með upplýsingagjöfina þeir hafi fyrst fengið að vita af málinu í fjölmiðlum. Fyrstu skilaboðin frá skólanum bárust samdægurs í tölvupósti og voru á þá leið að mál varðar framkomu starfsmanns hafi komið upp. Við fylgdum í einu og öllu ráðleggingum lögreglu sem við vinnum mjög náið með og gáum út tilkynningu þegar við fengum leyfi fyrir því. Það var óheppilegt að það rataði eitthvað á síður fjölmiðlana áður en tölvupósti var sendur á foreldra. Steinn segir að sökum persónuverndar hafi ekki verið hægt að gefa fólki allar upplýsingar. Það var góður fundur, við skynjum líka mikla sorg, reiði hjá sumum, þannig að það eru mikla tilfinningar í spilinu og það er mjög eðlilegt.
Tugþúsundir mótmæltu stjórnvöldum í Ísrael í dag og víða landi var boðað til verkfalla. Mótmælendur krefjast þess að yfirvöld semji frið við Hamas á Gaza og laust gísla sem enn í haldi. Flestir voru mótmælendurnir í Tel Aviv. Þeir komu sér fyrir við heimili stjórnmálamanna, byggingar hersins á hraðbrautum og víðar. Mörg fyrirtæki höfðu lokað í dag til að sýna samstöðu. Nokkrir tugir voru handteknir. Þetta eru fjölmennustu mótmæli í Ísrael síðustu mánuði. Ísraels her hefur hert árásir á Gaza, ætlar að hertaka Gazaborg og hrekur fólk á brott þaðan. Last week we decided to call to everyone in Israel, to all the citizens, to stop, take a day and stop all the country in one saying, please release the hostages, bring them home and stop the war. Hingað heim. Nýjum grjótgarði þvert yfir Miðfjarðará í vestur Húnavatnssýslu ætlað að halda eldislöxum frá því að ganga upp ána. Hann var lagður í snarhasti aðfaranótt föstudags. Landssamband veiðifélaga hélt neyðarfund á fimmtudaginn eftir að tilkynnt var að gat væri á sjókví Arctic Fish í Dýrafirði og að laxar sem talið var að kæmu úr sjókvíaeldi hefðu veiðst í Haukadalsá í Dölum. Þegar eldislax strauk úr sjókvíum í Patreksfirði síðsumars 2023 fundust margir þeirra, minnst 25, í Miðfjarðará í Húnaþingi vestra. Félagar í veiðifélagi Miðfjarðarár biðu ekki boðana því ekki vildu þeir lenda í því sama og þá. Svo heppilega vildi til að nóg var til af grjóthnullungum við ána. 7 manns með dráttarvél, sturtuvagn, traktorsgröfu og beltagröfu hittust seint á fimmtudagskvöld og lögðu 100 til 200 metra langan, 1 metra háan og alltaf 3 metra breiðan garð fyrir neðan Teighúsagil í landi Melstaðar. Verkið tók 5 klukkustundir. Vonast til að þetta hefti för eldislaxa en ekki villtra laxa, enda stekkur sá vilti þrefalda lengd sína en eldislax í mesta lagi hálfdrættingur. Eftirlitsmenn á vegum Fiskistofu hafa leitað eldislaxa með drónum í Miðá og Laxá í Dölum skammt frá Haukadalsá helgina og eins á Vestfjörðum, meðal annars í Mjólká í Arnarfirði. Margir laxar sáust í drónafluginu. Eftir að gaumgæfa upptökurnar og meta hvort einhverjir þeirra gætu verið strókulaxar. Grjót hrundi aftur á þjóðveginn við Holtsnúp undir Eyjafjöllum í dag. Enginn slasaðist svo vitað sé, en banaslys varð á þessum sama stað í vor þegar grjót hrundi á bíl á ferðum veginn. Ökumaðurinn, erlend kona, klemmdist inn í bílnum og var úrskurðuð látin á vettvangi. Innviðaráðherra hefur sagt að ekki standi til að ráðast í neinar fallvarnir við veginn að svo stöddu. Nýtt leiðakerfi Strætó tók gildi í dag, þar sem tíðni milli ferða verður aukin til muna á helstu leiðum og ekið verður lengur á kvöldin. Haukur Hólm, fréttamaður, í Strætó. Þetta eru töluverðar breytingar, er það ekki? Jú, þetta eru töluverðar breytingar og við munum kannski sjá þær fyrst í svona verki í fyrramálið á háanna tíma þegar fólk að fara til vinnu eða í skóla því að þá breytist töluvert ferðatíðnin, en hjá mér stjórnarformaður Strætó. Er þetta stórt skref, er þetta mikið stökk sem verður að taka? Já, þetta er alveg rosalega stórt skref og í rauninni mesta þjónustuaukning hjá Strætó í bara langan tíma. Við erum að tala þetta eru fyrst og fremst 3 breytingar. Það aðalleiðirnar okkar að fara úr 15 mínútna fresti yfir í 10 mínútna frest. Einhverjar leiðir að fara úr hálftíma fresti í 15 mínútur á annan tíma og svo utan annan tíma þá eru fullt af leiðum að fara úr hálftíma niður í 15 mínútur. Og svo svo breyting að þjónustu tíminn lengjast töluvert á mjög mörgum leiðum, þannig að það keyrt lengur á kvöldin. Alveg fram eftir klukkan 1 eða hvað? Ég er ekki alveg með töluna, eitthvað svo leiðis. En þetta liður í, undanfari borgarlínunar, má segja kannski? Já, í rauninni. Þetta út af samgöngusáttmálanum og það voru fullt af peningum sem eiga að fara í þetta sem sátu fastir meðan þetta var í endurskoðun og eitthvað svoleiðis. En þetta nýja leiðakerfið sem forsmekkurinn af því hvernig borgarlínan mun keyra þegar hún fer í gang 2031 og þetta hluti af því að við erum að fá ríkið inn í þetta með okkur og loksins eru samgöngusáttmála peningarnir að koma inn í þetta. Og þetta náttúrulega kallar á fleiri vagna og fleiri starfsmenn? Vissulega, og þetta bara hluti af þeirri aukningu sem verður að vera hjá Strætó, þannig að það eru töluverð fjölgun af vögnum og þá vagnstjórum og fleira sko. Hefurðu trú á því að þetta sem þú kallar stórt stökk verði til þess að breyta Íslendingum í almenni samgangna þjóð?
Ég veit ekki hvort að það mun gera það, en ég held að þetta munir klárlega vera til þess að auka notkunina og hækka hlutfallið. Af því að við vitum að það er tvennt sem við getum gert til að virkilega auka notkun á almenningssamgöngum. Annars vegar það sérrýmið og það kemur með borgarlínunni og hins vegar það þetta að þú þurfir ekki að vita nákvæmlega hvenær vagnin kemur og hlaupa á eftir honum og ef þú missir á honum þá bara þarf að hringja í leigubíl eða eitthvað. Þegar þetta er komið niður í 10 mínútur, reyndar helst 7 eða 5 en 10 mínútur dugar, þá ferðu bara á stöð og tekur næsta og ef þú missir á honum þá bara tekur þann skemur á eftir. Það er stórt mál. Við förum úr á þessari stöð hérna en áður en við förum þá ætla að segja ykkur frá því að nýtt leiðakerfi strætó á landsbyggðinni, það tekur gildi áramótin en kerfið hefur verið notað óbreytt í 13 ár og notkun strætó hefur verið dræm fjarri höfuðborgarsvæðinu síðan í heimsfaraldrinum. Breytingar á leiðum landið allt eru stórt verkefni og því ætlar Vegagerðin að gera breytingar í nokkrum fösum. Þær breytingar sem taka gildi 1. janúar verða í grófum dráttum þessar. Burðarleiðum inn á höfuðborgarsvæði verður fjölgað og þær aðgrendar frá lengri leiðum og stefnt að orkuskiptum á þeim í næsta útboði. Tímaáætlanir í þéttbýli verða aðlagaðar að dagvinnu og skóla, stoppistöðvum í þéttbýli verður fækkað til að auka skilvirkni og gert auðveldara að ferðast með hjól. Nýja leiðarkerfið mun líta nokkurn veginn svona út. Mestar eru breytingarnar suðvestan til þar sem leiðir eru styttar og ferðum víða fjölgað. Fjær borginni eru breytingarnar minni en þó má nefna að leiðum verður fjölgað Suðurland. Leiðin frá Akureyri til Reykjavíkur styttist þar sem ekki er stoppað á Akranesi en þar bætist við ný leið. Leiðin milli Egilsstaða og Akureyrar mun aka fyrstu ferð frá Egilsstöðum en ekki öfugt eins og verið hefur. Ferðahegðun og þörf í raun og fyrir þjónustuna hefur bara breyst og það er það sem við erum að reyna að mæta núna. Eitt af meginmarkmiðunum er að auðvelda flæði milli atvinnusvæða og aðskilja það frá lengri ferðalögum þvert yfir landið. Eins henta styttri leiðir í væntanlegum orkuskiptum. Eitt af því stóra sem við erum að gera núna er að stytta hvern og einn legg til þess að það sé hægt að taka í notkun rafmagnsvagna á þeim leiðum. Hækkanir á fargjöldum í strætó og landsbyggðinni hafa verið gagnrýndar síðustu misseri en samkvæmt núgildandi verðskrá kostar til dæmis yfir 17.000 krónur að taka strætó milli Hafnar og Reykjavíkur. Bergþóra segir fargjöldin ekki breytast áramótin. En ekki núna akkurat í þessum breytingum en það er í skoðun og búið að vera síðustu mánuði hvernig og með hvað hætti við getum tekist á við þetta háa verð en þar liggur ekki ennþá fyrir með hvað hætti við munum gera það. Vegagerðin hefur stefnt að því lengi að auka notkun strætó á landsbyggðinni en lítið hefur þó borið á markaðssetningu utan borgarinnar. Það stendur til bóta. Og núna þegar nýja leiðakerfi kemur eða breytingar á þessu leiðakerfi og nýja samningar taka gildi núna áramót að þá komum við til með að fara í markaðsferð, herferð og kynna það betur. Allir verða stressaðir þegar þeir fara á svið til að spila á píanó en stressið getur hjálpað. Þetta segja 2 ungir píanóleikarar sem sigruðu í fyrstu alþjóðlegu píanókeppninni sem er haldin á Íslandi. Það er ekki öllum gefið að leika tónlist fyrir framan aðra. Helgina fór fram fyrsta alþjóðlega píanókeppnin á Íslandi og þar tóku þátt 10 ungir og efnilegir píanóleikarar. Keppt var í 2 aldurshópum og í dag kom í ljós hver hefði borið sigur úr býtum. Matvei Latchenko er 14 ára og sigraði í yngri hópnum en Ásgerður Sara Hálfdánadóttir 18 ára sigraði í eldri hópnum. Í keppninni var horft til hluta eins og tækni, listrænnar túlkunar og útgeislunar á sviði. En báðir sigurvegararnir búa auk þess yfir leynivopni. Já, mér finnst alltaf hjálpa að vera svolítið stressuð því þá fær maður meiri kraft og já, mér finnst stressið hjálpa mjög mikið. Everybody gets nervous going on stage. Of course I get nervous. But what is important to do with the nervousness that you get while you're going on stage is to point it into the direction of focusing really hard on what you play. Ég reyndi mitt bara allra besta og reyndi að fara bara svona alveg inn í verkið og
lifa mig inn í tónlistina og njóta aðalega. Því ég var mjög stressuð en svo bara hugsaði ég, ok, núna ætla ég bara að njóta og reyna að skína. Við vitum ekki hvort vélmenni verða stressuð en þau hafa att kapp í ýmsum íþróttagreinum og vélmennaleikunum síðustu daga í Beijing í Kína. 280 vélmennalið frá 16 löndum voru skráð til keppni, þar á meðal frá Bandaríkjunum, Þýskalandi og Ítalíu. Þeir voru látin keppa í ýmsum greinum, þar á meðal í hlaupi, langstökki, fótbolta og bardagaíþróttum. Vélmenni sá líka skemmtiatriði á opnunarhátíð leikanna. Hlaupavélmennið H1 sem var framleitt hjá kínversku tæknifyrirtæki var hlutskapast í 400 metra hlaupi á tæpri 1,5 mínútu.我们其实还可以爆发出更大的潜力。下一次比赛的时候，我觉得最大的点要保持每个月、每年持续的技术进步。那机器人也需要像迭代嘛，那就像之前的这个新能源汽车一样，它在最开始发展的那一年和10年之后的现在，也是一个飞速发展的过程。对，我们觉得机器人未来也会这样。Soccer in general, it's a very complicated sport. We humans do it very natural, but when a robot needs to do it, it's very complicated. So things like cooperating with each other, even walking, it's very valuable for other use cases like in healthcare. Einmuna blíða hefur verið á Austurlandinu helgina. Hitinn fór upp í 29,8 gráður á Egilsstaðaflugvelli í gær. Það er mesti hiti sem mælst hefur hérlendis á þessari öld. Það var ekki alveg svo hlýttar í dag, en þó nutu héraðsbúar veðurblíðunnar þegar tökumóðir okkar var á ferðinni. Hitinn undanfarna daga hefur þrátt fyrir allt ekki náð að slá Teigarhornsmetið svokallaða, en hæsti hiti sem mælst hefur á landinu eru 30,5 stig á Teigarhorni við Berufjörð 22. júní 1939. Og þá að veðri í dag, það dregur smám saman úr vindi með kvöldinu, þokusúld eða dálítil rigning vestan og norðanlands. Á morgun snýst í hæga norðlæg eða breytilega átt, skýjað að mestu og úrkomulítið, en birtir sumstaðar til fyrir norðan og austan síðdegis. Líkur á þokulofti við vesturströndina, hiti 8 til 17 stig, hlýjast sunnan og suðvestanlands. Við förum nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum. Það viðraði ekkert sérstaklega vel til fótboltaiðkunar í Vestmannaeyjum í dag þegar leikið var í bestu deild karla. Stjarnan teldi fram 9 leikmönnum gegn Vestra. Mér finnst bara frábært að fá þá inn núna, íta svona við hópnum. Stórleikur ensku úrvalsdeildarinnar í fótbolta var í dag þegar Manchester United tók á móti Arsenal. Og við hittum hlauparann Stefán Pálsson sem var nýlega valinn í landsliði í utanvegarhlaupum. Þegar ég setti mig í samanburð þarna í janúar við þessa hlaupara þá fannst mér ég ekki eiga heima þarna. Og þá skulum við fara yfir helstu atriði þessa fréttatíma. Leiðtogar Evrópuríkja fylgja sér Úkraínu fyrir fund með Trump á morgun þar sem mikið verður í húfi. Þeir fagna fregnum af öryggistryggingum fyrir Úkraínu en ekki af hugmyndum afsal lands til Rússa. Ekki eru vísbendingar að maður sem í haldi lögreglu grunaður brot gegn leikskólabarni hafi brotið gegn fleiri börnum. Lögregla ræddi við foreldra gang rannsóknarinnar í dag. Félagar í veiðifélagi Miðfjarðarár létu hendur standa fram úr ermum og lögðu varnargarð þvert yfir ána til að varna því að eldislax gangi þar upp. Þetta gerðist innan sólarhrings eftir að fréttist af eldislaxi í Dölunum. Og ferðum helstu strætóleiða á höfuðborgarsvæðinu fjölgaði til muna í dag, þannig að ekki meir en 10 mínútur eiga líða á milli vagna, ekki verður lengur á kvöldin. Fréttatíminn á enda, við verðum næst með fréttir í útvarpinu klukkan 10. Við kveðjum þessa helgina með myndum af hátíð í Hellisgerði í Hafnarfirði í dag. þar sem ungir sem aldnir og álfar skemmtu sér saman. Verið sæl og takk fyrir samfylgdina. Sætur prins á hvítum hesti, minn skal vera sá allra besti. Elskar mig ekki, elskar mig ekki. Sá sem fljótt mun bjarga mér, undir spjörunum fegur sér.
á RÚV í kvöld. Margar tegundir sveppa, eða öllu heldur sveppaaldina, eru frábær